Óskar, það vantarlega eitt og annað sem þú ert ekki ánægð með hérna í kvöld, kannski einna helst gulklæddu mennirnir sem sáum á dæmaleikinn? Já, ég meina, mér finnst þetta bara út í höfn. Mér fannst ég bara að finna þetta eftir 10-12 mínútur. Það er fyrsta sinn sem við vorum einu fleiri að þá spila þeir í mínútu og þeir gera það ekki einu sinni í hálfleik, tvissar. Þess að koma 3 fríköst og þetta er bara svo að spila í Hálólandi, bara úr kortinu. En ég meina, ég veit bara ekki, sko, við vorum ekki góðir sóknarlega og staðir og annað og vandaði svona aðeins að upp á hreyfinguna annað, en svo erum við bara að spila náttúrulega einu og 2 færri að þá veit ekki alveg hvað er margt í þessu. Það var auðvelt að tapa og kenna dómurum Framarar voru flottir og spila góða vörn og við áttum í vandræðan þeir voru 6-6. Þeir voru klókir sóknarlega og mjalla inn og þó að Bubbi sé að verja vel. En mér fannst all verulega og ég meina, hvað segir þú? Þú mútt að horfa á leikinn. Að mínum mati sérstaklega einmitt kem ég að næstu spurningu seinasta 2 mínútna brottvísun hjá Guðmundi Hólmari. Hann virðist nú hreinlega bara að renna fram hann. Ef það sjá þetta allir í húsinu, hann rennur. Og ef eitthvað þá bara Guðmundur að tvílita að passa sig að fá ekki 2 mínútur og Hólmarinn að reyna að halda honum, sko. Og þeir koma báðir hlaupandi að 2 mínútur. Ég bara veist að ég skil þetta ekki. Mér finnst þetta leiðilegt því að Framararnir eru á miklu rönni og standa sig vel og alltaf og maður spenntur að fá hana leik og mér fannst svona aðeins hall og mikið á okkur og þar að þetta lítum við bara illa út, mér fannst við. En ég meina að það afsakar ekki að við þurfum að vinna betur úr málunum. Við vorum svona að svekkja okkur á mikið og pirra okkur á mikið og aðeins og æstir og náðum einhvern veginn ekki alveg að halda kúlinn og dafnum og fundum svona, náðum ekki alveg að hjálpa okkur öðrum í að slaka aðeins á og njóta þess að spila og svona. Þannig að kannski vorum við að pirra okkur á mikið og snemma. Við kíkjum á þetta, við erum að bara vinna úr því. Talandi að pirra sig, Sveinn Aron fór náttúrulega 3 mínútna brottvísunir. Kannski seinast að svolítið klaufalega að rífa kjaft, hefði þetta að vita því að þegja? Já, þú meina, getur ekki rífið kjaft þegar þú komið með 2-2, sko. Þetta er bara algjör skandall. Þetta er bara agaleysi, þetta kemur bara inn á þjálfarann. Þetta er bara, gjörsamlega algjört agaleysi og ófegir að gefa neitt bara hópnum. Hvernig fannst þér svona spilamennska liðsins í heild, kannski helst markvarslan og svona sem? Markvarslan frábær og Vignir var að koma okkur inn í þetta og annað, það vantaði fleiri stíu upp, mér fannst Orri ágætur sóknarlega í fyrri hálfleik og við áttum í vandræðum hana, Geiri byrjar ágætlega og svo fannst mér að svona vera farin að pirra sig líka og svona herpa sig og nóðast aðeins svo mikið. En ég meina við erum bara svo mikið, ég veit ekki sko hversu margt þetta er, mér fannst að komast einhvern veginn í taktinn í leikinn sko. En náttúrulega þeir eru nánast búin að gleyma tilfinningunum hvernig er að tapa leikjum eins og koma 2 í röð. Það virtist bara svona taka svolítið á menna að vera komin í þá stöðu. Nei, já, menna við vorum oft í þessu líka þegar við vorum á rönnunu og þá vorum við kannski náðu að vera svo rólegri og Framararnir eru bara flottir og náðu að klára þetta. Við vorum satt bara að minnka þetta og ég held að við myndum ná að kroppa í jafntefli. Þetta var alveg erfitt að ná að sigra. En svo vorum við klaufar í þeim mómenti þegar varnarlegum að spila fína 5-1 meðan við breytum. Og þeir voru ekkert að skora fyrir utan og þá fyrir við allt í henni eitthvað að rjúka út og þannig að við vorum ekki nógu klókir heldur að vinna úr öllu. Það er bara þannig, við erum með frábært lið og svona er þetta svona pingur sjálfstöðstóna. Ég fann að skilja aðeins þegar maður fer inn í 5-6 viðtöl hvernig Mourinho líður. Maður fer bara að segja no comment hérna og svar ekki og ég ætla að vona að við förum ekki eitthvað svoleiðis bíó.